Má ég heyra amen. Við ætlum að gefa honum dýrðin í dag því að hann er trúfastur. Hann er dásamlegur, hann er allt sem við þurfum. Hann er sá sem fæddist í þennan heim til að gefa okkur von. Halleluja. Takk Jesús, ég lofa þig í dag, Drottinn, sem á alla daga. Við ætlum að hafa þetta bara ég og Árnóli í dag og tæknin. Og við ætlum að bara endilega lofa í Guði með okkur og við erum eins og heima hjá okkur samt svona aðeins. Við erum eins og við sem að lofa Guð. Takk Jesús. Amen. Byrjum að syngja Hósanna. With fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing, sing to sound. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless faith. Hallelujah. I see a new revival stirring as we pray and see. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Takk Jesus, við lofum þig, Drottinn Jesus. Við tignum nafnið, Drottinn Jesus, því að þú ert heilagur, Drottinn. Við lofum þitt heilaga nafn því að þú ert trúfastur. Ég þakka þér fyrir að ég fái tækifæri á að lofa þig hér í dag, Drottinn Jesus. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to live like you have loved me.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Halleluja, takk Jesus. Við lofum þig, drottinn Jesus. Amen. En þegar fyllingstímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. Galatabréfið 4:5. Þetta svo magnaður texti af því að hann kom í þennan heim til þess að við þyrftum ekki að vera undir lögmáli, heldur hann kom hann sem von, sem náð fyrir okkur, halleluja, og þakka ég honum á hverjum degi fyrir að vera barn hans og þvílík miskunn að vera undir því að hann sendi son sinn, að Jesús stóð fyrir mig og þig, halleluja. Amen. Generation falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing His song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Takk, Jesus. Heilagur ertu drottinn, Jesus. Ég lofa þér, drottinn. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Tack, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
Trofastur drottin Jesus, halleluja. My world falls short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. And I know it's not much, but I got nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hand, praise you again and again. 'Cause all that I have is for a king, except for the heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those songs. Get up and praise the Lord.
Don't you get shy on me. Come on my soul. Og við ætlum ekki að vera feimin við að tala að gefa. Og þegar við komum í kirkju og fólk byrjar að heyra eitthvað svona tíund eða eitthvað þess áttar, að þú átt á því að það bara hjálpadekkin. Að það læra að byrja að virða Guð. Þetta bara svona hjálpadekkin. Þangað til þú lærir að þú verður glaður gjafari af því að þú getur ásett þér í hjartaðinu og þú skilur þetta ekki skipun. Þetta ekki skipun. En af því að það 21. Þá förum við í orðskviðuna 21. Ég farin að elska bara að lesa orðskviðuna og tala það að gefa því að það svolítið viska í orðskviðunum. Hérna til dæmis eitt vers. Betri vist í horni og húsþaki en sambúð við þraskjarna konu. Ég veit ekki hvað þetta hefur með að gera að gefa, sko. Nei, þetta bara biblían, skilur við. Nei, það byrjar á því, hjarta konungsins eru eins og vassleikir í hendi drottins. Hann beygir það til hvers honum þóknast. Og það byrja á þessu versi, og þetta mikil yfirlýsing. Hún segir að jafnvel það sem við virðist valda mest, stöðugast og sjálfstæðast samt í hendi Guðs. Hjarta ekki sjálfstætt afl, það mótanlegt og Guð sér það, vegur það og leiðir það. Strax í næsta versi kemur þessi raunsæja athugun. Manninum þykja allir sínir vegir réttir, en drottinn vegur hjörtun. Og við erum öll góði að réttlæta eigin ákvarðanir. Við finnum alltaf ástæður, en Guð horfir ekki fyrst á yfirborðið, ekki á útreikningana, ekki á framsetninguna, heldur á hjartað sem býr að baki. Og þess vegna segir í versi 3 að iðka réttlæti og rétt drottni þóknalegra en sláturfórn. Með öðrum orðum, Guð ekki fyrst og fremst að leita að ytri gjörðum, heldur innri stefnu. Hann vill ekki fórnir sem koma af röngu hjarta, hann vill líf sem mótað af réttlæti, trúfesti og kærleika. Þetta snerti beint það sem við erum að gera núna. Samskot snúast ekki bara að það sem fer í körfuna, þau snúast hjarta sem heldur á gjöfinni. Hvort við gefum af vana eða skyldu eða af þrýstingi eða af trausti. Í þessum kafla kemur líka mikilvæg áminning ráðsmennsku í versi 5, segir fyrirætlanir iðjumannsins reynast fésamar vel, en öll flasfærni lendir í fjárskorti. Viska byggir hægt. Hún hugsar til framtíðar, hún velur stöðuleika fram yfir skyndilausnir. Keyptuð þið lottó í gær? Fljótvarnin lítur kannski vel út í augnablikinu, en hún skilur eftir tómt borð. Svo kemur vers 20, þá þetta orðað á mjög myndrænan hátt. Dýrmætur fjársjóður og olía í heimkynnum hins vitra, en heimskur maður sólundar því öllu. Bara eyðir því í vitleysu. Vitumaður varvitir, hann skilur að það sem Guð leggur í hendur hans ekki bara til neyslu, heldur til ábyrgðar. Hann veit hvenær á að nota og hvenær á að geyma, hvenær á að sá og hvenær á að bíða. Síðan kemur eitt sterkasta versi í samhengi samskota, vers 26. Ávallt letingin að óska sér, en réttláti gefur og ekki naumur. Þarna hjartað aftur í miðunni. Sá sem lifir í löngun og skortir hugsanir löngun og skorti hugsar stöðugt það sem hann vantar. Sá sem lifir í réttlæti og trausti frjáls til þess að gefa. Ekki vegna þess að hann á endilega mikið, heldur vegna þess að hann treysti Guði. Og allt þetta endar í þeirri yfirlýsingu sem lokar kaflanum. Hesturinn hafður viðbúin til orrustudagsins, en sigurinn í hendi drottins. Við gerum okkar, við undirbúum, við skipuleggjum, við sínum ábyrgð, en að lokum hvílir allt á drottni. Það hann sem gefur vöxtinn, hann sér fyrir, hann sem heldur utan hjörtun okkar. Þannig að þegar við gefum núna, skulum við gera það með þessari einföldu játningu í hjartanu. Drottinn, hjarta mitt í þinni hendi.
Ég vil iðka réttlæti fremur en sýndarfórnir. Sýndarfórnir, ekki syndarfórnir, sýndar. Ég vil vera vitur ráðsmaður, ekki fljótfær neitandi. Ég vil treysta þér, því sigurinn er í þinni hendi. Amen. Faðir, ég bið að blessa einn og sér hvern sem að hér heyri röst mína. Ég bið að blessa þessa viku framundan, allt jólastressið og allt það sem er keyrt í botn. Drottinn, að hjörtu okkar sé í þinni hendi. Blessaðu einn og sér hvern og ég bið að þú gefur okkur vakandi og opið hjarta. Við mættum blessa einhvern núna á komandi dögum. Drottina, þegar við treystum þér. Í Jesú nafni. Amen. Bless you and keep you, make his face shine upon, be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Fyrir orðið. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May
His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, and you're growing, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Mér finnst svo þetta lag, textin í þessu lagi, það sem Guð að fara að gera 2026, það það sem að gerast í kringum þig. Það sem að fer í börnin, í börn þeirra, það sem allt í kringum þig. Hann með þér til hliðar, hann með þér fyrir framan, hann með þér fyrir aftan. Hann ætlar að nota þig þar sem þú ert.
Þetta lag, við erum búin að syngja þetta held ég tvisvar núna á skömmum tíma og Guð segir alltaf það sama við mig. Nú ég að fara að setja, hann ætlar að nota hringinn í kringum ykkur. Og þar eru óvinurinn, hann ræðst á þá sem eru okkur næst. Og það stoppar. Það stoppar. Þegar við erum biðjandi, þegar við náum, þegar við ætlum að. Það bara þetta, 2026, opnaðu augun, hvað að gerast í nánasta. Notaðu tækifærið, byttu, taktu vald, taktu tilbaka sem Guð hefur gefið. Hann hefur fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita þér vonaríka framtíð. Og hann segir að við segjum í orði hans, ég og mitt hús. Það eru börn okkar, það eru barnabörn, það eru barnabörn. Og við þurfum að standa á því. Halleluja. Takk Jesús, við ætlum að taka eitt lag í viðbót. Og það Calvary. He paid the cost, salvation complete.
Jesus. Yndisleg stund. Ég bara búin að vera grátandi hérna frá byrjun stundar. Mögnu nærvera hér í dag. Yndisleg stund. Ekki Guð góður? Ég fer inn í þessa jólahátíð eiginlega með skringilega tilfinningu í brjósti. Ég yfirleitt mjög stressutýpa en Guð búin að gefa mér eitthvað frið sem æðri öllum skilningi þessa jólahátíð og mér finnst ég eiga að vera stressuð en ég það ekki. Og vitið það, ég bara þakklátt Guði. Það sem ég að upplifa núna þessu dagana bara ótrúlega þakklæti til Drottins fyrir bara hvað hann góður. Hvað þetta búið að vera frábært ár í Smárakirkju. Búið að vera svo mikið blessun í hérna að það hálfa væri nóg. Ég veit að það örugglega 30 manns erlendis akkurat núna eða eitthvað áleika. En það skiptir engu máli. Mér finnst bara, þetta búið að vera frábært ár. Ég svo þakklátt Guði fyrir kirkjun okkar. Ég þakklátt fyrir blessun hans. Ég bara þakklátt fyrir þetta allt saman. Erfiðu tímana líka, því erfiðu tímanir þið kenna manni, ekki satt. Þannig að vinir, þetta lag, það eina sem ég get gert bara að varpa höndunum upp og lofa hann. Það sannarlega bara eitthvað það sem að Guð að tala í gegnum mitt líf akkurat núna. Ég hef bara ekkert annað að segja en takk Jesús. Ef ekki að fá smá hugleiðingu frá Gunnari mínum áður en við höldum áfram. Og hann ætlar að segja hérna örfá orð áður en Dögg tekur við og predikar. Það svoleiðis. Já, vilt maður fara í Galatabrið? Það ekki alltaf góð? Það víst ár Guðs. Herðu, ég ætla aðeins að rifja upp þangað sem við vorum komin. Því að það eru svolítið síðan við tókum Galatabrið og núna eru komin á spurningu. Minnið síðast við vorum að tala hvernig Guð var búinn að þegar að gefa sáttmálann við Abraham, samninginn að Guð myndi láta son sinn koma í heiminn. Það var löngu fyrir þessat lögmálið og við erum komin að spurningu sem mjög rökrétt í þessu samhengi. Af því að, þetta var allt fyrir loforð, Jesú átti alltaf að koma. Af hverju þurfti lögmál að koma í heiminn? Hann svaraði þessu. Hvað þá lögmálið? Því var bætt við, 430 árum seinna, því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til að nifðin kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja með liðsinni meðalgangara, en meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn og hlut en Guð einn. Ok, þetta lykilspurning í þessu samhengi. Af hverju kom þetta lögmálið ef að Jesú bara átti alltaf að koma? Þú náttúrulega áttar því að lögmálið það eru bara reglur. Reglur bara kúltúr fyrir þjóðir. Og þú getur alveg hort á þetta samhengi, þetta eru bara reglur hvernig þjóðirnar eiga að virka. Þetta eru 613 reglur, en í raun og veru þá var þetta líka þannig reglur, þetta átti líka að sýna Ísraelsmönnum hvernig heilagt líf virkar. Hvernig þú átt að vinna þér inn rétt til þess að getur við réttláttur fyrir Guði í verkum. Það var eiginlega líka megin tilgangurinn, en þetta eru bara reglur. Og því var bara bætt við 430 árum til þess að afbrotin gagnvart Guði kæmu í ljós. Það megin svona atriði í þessu. Svo kemur stórt lofar fyrir þig og mig sem trúið eru. Það átti að gilda þar til að nifðin kæmi sem fyrir til ljóðað Það átti bara að gilda viss lengi. Lögmálið átti bara að gilda þar til að Jesú kæmi. Það var tíminn frá lögmálinu til Jesú, þá var þetta bara útrætt. Jesú átti bara að uppfylla lögmálið og þá þetta bara búið fyrir hérna réttlátu. Hvernig orðar Jesú þetta? Mattheus 5:17. Ætli að Jesú komin til þess að afnema lögmálið eða spámina, ég kom ekki til að afnema, heldur að uppfylla. Uppfyllingin kláraðist allt saman á krossinu. Jesús sagði í Jóhannes 19:30 að það fullkomnað. Ef þú lest samhengi í textanum að þetta sé fullkomnað, þá var hann að taka einmitt síðasta spádóminn og þá segir hann, það fullkomnað. En ég spyr bara fyrir þig og mig, það fullkomnað ef við þurfum að hlýða lögmáli ennþá? Ég spyr. Er þetta nógu fullkomnað verk frá Jesú að við þurfum ekki að halda þetta lengur?
Ég veit að hér, ég trúi því hér í hausnum á mér að þetta sé fullkomnað, en veit ég það hér í hjarta mínu. Af því að það svo margir sem eru á þessum staði eins og Galadamenn að lifa eftir þessu lögmáli að blanda saman gamla og nýja sáttmálunum. Þannig að maður spyr sig. Svo segir hann hérna hrikalega skemmtilega setningu. Englar sáum að semja með lífsinni meðalgangra. Hafið þið einhvern hugsað þetta fyrir ykkur? Hver samt lögmálið? Englar. Þegar ég sendi þetta. Með lífsinni meðalgangra sem var náttúrulega kom frá Móse. Í Jóhannesarguðspjalli 1:17 segir að lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom með Jesú Kristi innan heim. Jesú náðin sem ræður í allir Biblíunni. Það snýst ekkert þetta snýst bara að Jesú fái dýrðina í kirkjunni. Að Jesú fái vera dýrlegur. Svo segir hann að setningu sem vafðist mjög lengi fyrir mér, en meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn og hlut en Guð einn. Sem sagt, frá tíma lögmálsins, alveg að tíma Jesú, ég þarf að flýta mér, ég búið með tíma minn. Frá tíma Jesú að lögmálinu, allan þennan tíma, það var engin meðalgangur, því að Guð var búinn að sverja við sjálfan sig að hann ætlaði að koma með Jesú innan heim. Og þess vegna frá tíma lögmálsins að tíma Jesú, það var engin milligöngu maður, ef svo má segja, til þess að uppfylla þetta lofar sem Guð var búinn að gefa Abrahami. Hann staðfesti þetta með því að Jesú kom innan heim seinna mér. Þess vegna þurfti engin meðalgangara. Guð sverði við sjálfan sig, hann hefur einhvern aðri til að sverja, sem sýnir bara einfallega trúfesti Guðs fyrir þig og mitt líf. Hann var búinn að gefa okkur loforð að alla þjóðir fengu blessununa sem Abrahami var heitið, og við fengum þessa blessun. Takk Jesús fyrir náð þína miskunn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þetta dag. Ég þakka þér Jesús fyrir það að við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Drottinn minn. Ég þakka þér Jesús að það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Drottinn. Ég bið fyrir því, Drottinn minn, að þetta orð sem að verður talað út hér í dag, þetta með eru kröftugt beittra sér hverju tvíeggjuðu sverði að smír inn í innstu sála liðamót og merkja og það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans, Drottinn minn. Ég bið fyrir henni Dögg, Drottinn minn, þegar hún talar orð þitt, Drottinn minn, megir smyrja varin og tungu, Drottinn minn, og megir við fá eld í því, Drottinn minn, að hlaupa í reytingarnar og horfa á þig, Jesús. Megum við taka eftir öllu því sem þú upp á bjóða, Drottinn minn, Jesús. Talaði til okkar í gegnum þinn heilagan anda, Drottinn minn. Hann mun leið okkur í allan sannleik, Jesús. Og ég bið bara á allir okkar göngu að gefa þig dýrðina, Jesús. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir að bjóða mér hérna einu sinni enn. Yndisleg lofgjörðin. Og ég segi nú eins og Sigurbjörg Gunnarsdóttir, ég er bara mjög snortin. Bara andi Guðs í húsinu. Jesús, vilt þú tala hér í dag? Takka þér fyrir orðið sem þú gafst mér og ég þakka þér fyrir það fólk sem þú vilt að heyri þetta orð og vilt þú fylgja því eftir. Takk, amen. Amen, amen. Það margt í lífinu sem ekki í okkar höndum eða bara á okkar valdi. Við gerum plön sem oft ganga upp en stundum ekki. Og jólasagan kennir okkur margt það. María gat ákveðið að fylgja Guði og fylgja Guði heilsugar. En svo gerðust hlutir í lífi hennar sem hún bað ekki og hana langaði ekki endilega til að takast á við. En hún bara gat ekkert annað. Og stundum höfum við ekki val annað en að halda áfram. Ég þekki ungan mann sem á foreldri sem greindist með langvinnan sjúkdóm sem mun, ef ekkert breytist, draga foreldrið til dauða. Og þegar sagt var við þennan unga mann að foreldrar hans væru svo duglegir, þá sagði hann, þau geta ekkert annað. Þau hafa ekki val neitt annað. María var mjög dugleg, en hún bara gat ekki annað. Og það getur vel verið að hún hafi spurt af hverju leyfir Guð þetta. Stundum lendum við í einhverjum kringumstæðum og við skiljum ekki af hverju við erum á þeim stað sem Guð þar sem við erum og af hverju Guð gerir ekki eitthvað og við fáum kannski engin svör.
Og það sem við verðum að velja þarf að halda áfram. Og þið þekki söguna, hvernig engill birtist Maríu og sagði henni að hún yrði barnshafandi og hún varð ólétt og ófrísk. Mér finnst það svo skemmtilegt þegar verið var að þýða Biblíuna og menn voru að deila einhver orð og þá var einn ágætur maður sem sagði, sko einu sinni varð María barnshafandi, einu sinni varð hún ófrísk og svo varð hún ólétt og hún var þunguð. Það vita allir hvað kom fyrir Maríu. Skiptir þetta alveg öllu máli. En þið vitið sem sagt hvað kom fyrir Maríu. Og þegar hún sagði Jósef frá því hvað kom fyrir hana, þá trúði hann ekki. Og það var ekki á hennar valdi að breyta því. Hún gat sagt honum hvað hefði gerst. En hún gat ekki stjórnað hans viðbrögðum. Þau voru bara ekki í hans höndum. Og stundum lífið svona. Stundum eru hlutirnir bara ekki í okkar höndum. Biblían segir ekki að María hafi beðið og fastað fyrir Jósef og allt það. En það er mjög líklegt að hún hafi beðið. Vegna þess að henni var brugðið. Og það er svo frábært. Ég þekkti einu ömmu, hún farin til drottins, sem sagði einu sinni við barnabarnið sitt, það skila meiri árangri að tala við Guð þig, heldur en að tala við þig Guð. Og þetta er leiðin sem við förum þegar við ráðum ekki við fólk, þá tölum við drottinn, af því að hann ræður við fólk. Og stundum er bænin eina leiðin sem við höfum, en hún er líka leið. Og að sleppa takinu á því sem við getum ekki stjórnað, getur verið svo ótrúlega mikill léttir. Og þá er gott að trúa á Guð, þennan æðri mátt sem er æðri okkur sjálfum, sem vill okkur alltaf vel og mun hjálpa okkur þegar við hættum að flækjast fyrir. Á einhverjum tímapunkti hlýtur María að hafa ákveðið að hætta að flækjast fyrir. Þegar aðferðirnar sem hún beitti dugði ekki lengur, þá varð hún að stíga til hliðar og þá varð hún að hleypa Guði að. Og þegar við stöndum frammi fyrir aðstæðum sem eru okkur megn og það eru ótal hlutir sem við getum ekki stjórnað, þá er stundum gagnlegt bara að hugsa hverju get ég stjórnað. Og náttúrulega ef við viljum endilega stjórna þar að segja. En það hjálpar oft að í staðinn fyrir að vera upptekin af öllu því sem við getum ekki stjórnað, að hugsa bara á hverju hef ég mögulega stjórn. Einbeittu þér að því sem þú getur stjórnað og slepptu takinu á hinu. Hverju gátu María og Jósef stjórnað? Þau gátu til dæmis stjórnað því að María færi með Jósef til Betlehem. Og eftir ótal lokaðar dyr, þegar þau vantaði gistingu, þá gátu þau ekki annað en sleppt takinu og ef til vill spurt, hvernig ætli Guð muni hjálpa okkur? Í staðinn fyrir að hrópa drottinn, hjálp, bara við erum í hendi hans, þá verður fróðlegt að vita hvernig hann leysir þessi mál. Og hann opnaði þeim dyr inn í fjárhús og það var sko vissulega ekki leiðin sem þau hefðu valið. Þau örugglega bara sá hann ekki. Málið er nefnilega líka þetta, þegar við erum að reyna að stjórna öllu, þá sjáum við oft ekki hvaða dyr eru opnar. En það skipti engu máli þó að María myndi fæða barn í fjárhúsi, þau ætluðu ekki að setjast þarna að. Þau voru ekki að fara að sauma gardínur og teppalegja. En í fjárhúsinu höfðu þau næði. Og í fjárhúsið voru fjárhirðar velkomnir. Og það var bara eðlilegt að þeir kæmu þangað. Þeim hefði aldrei verið hleypt inn í gistihús. Þeir voru fátækir. Þeir voru örugglega illa lyktandi, sennilega sama lyktin af þeim og af kindunum sem þeir voru að passa. Þið viti hvaða lykt það er ef þið hafi einhvern tíma komið inn í fjárhús. En þarna í fjárhúsinu, innan öll litlu lömbin,
fæddist lamb Guðs. Ef til vill gættu fjárhirðarnir úti í haga lamba sem yrði slátrað á páskaháttíðinni. Mörgum árum seinna yrði Jesús lamb Guðs sem yrði fórnað fyrir syndir mannanna. Og miðja nótt í kolniða myrkri þá stóð allt í einu engill hjá fjárhirðunum og sagði: Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þið munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Ef til vill fæddust fleiri börn í Betlehem þessa nótt, en það var bara einn sem fæddist í fjárhúsi. Stundum biðjum við Guð hjálp og við erum búin að ákveða hvernig Guð eigi að svara bæninni. Og við getum staðið við gistihúsdyrnar og bankað og bankað og bankað, en gistihúsið alveg jafn fullt hversu lengi sem við böngum. Og það eina sem gerist við þreytum okkur sjálf. Og á hvaða tímapunkti uppgötvum við að þessar dyr muni ekki opnast? Hvað þarf að gerast innra með okkur sjálfum til þess að við viðurkennum vanmátt okkar og til þess að við viðurkennum að við stjórnum bara ekki öllu? Þegar fólk á við alkóhólisma að stríða þá talað að fólk þurfa að finna botninn sinn. Við þurfum bara öll á einhverjum tímapunkti að finna okkar botn. Vegna þess að það þá sem Guð kemst að. Það þá sem áætlunin sem Guð hefur fyrir líf okkar fer í gang. Og það bara ákveðin léttir að sleppa takinu. Það ákveðin léttir að þurfa ekki að stjórna öllu. Vegna þess að þegar við stjórnum ekki öllu þá berum við heldur ekki alveg alla ábyrgðina. En það ekki alltaf auðvelt. Það bara hunderfitt að láta af stjórnseminni, að kyngja eigingirninni og egóinu og að játa sér sigraðan og að gefa Guði togstreituna. Af því að það fylgir því líka heilmikil togstreita að reyna að banka á einhverjar dyr eða sparka þeim upp þegar þær lokaðar og þær ekki að fara að opnast og hvaða stáltá sem við erum með, þá bara þær alveg að lokaðar og við gerum ekkert annað en að svekkja okkur sjálf. Í Jakobsbréfinu, og það enda líka í fyrra Pétursbréfi, sama setningin, auðmjúkum veitir hann náð. Það stendur dramblátum stendur hann í gegn, það að segja hrokafullum stendur hann í gegn, en auðmjúkum veitir hann náð. Haldiði að sá sem skrifaði þessi orð hafi ekki vitað hvað hann var að tala. Hvaða togstreitu ætli það hafi kostað að komast á þennan stað, að geta andað djúpt og sagt: þetta hef ég lært, að hrokin ekki að hjálpa mér og auðmjúkum veitir hann náð. Og ég fann náðina þegar mér tókst að beygja mig. Ég fann náðina þegar mér tókst að láta af stjórnseminni og hleypa Guði að. Í annarri Samúelsbók saga í 11. kafla, ekki af hjónum, þau reyndar urðu hjón, af konungi og konu sem hét Batseba, sagan af Davíð og Batsebu. Davíð varð ástfanginn af konu sem var ekki hans. Og hann tók hana sér fyrir konu, þar að segja, hann var kóngurinn og kannski hugsaði hann bara: ég á þetta og ég má þetta. Og hann barnar þessa konu á meðan maðurinn hennar á vígvellinum að berjast fyrir Ísrael. Og Davíð ætlaði bara að stjórna atburðarásinni. Þegar Batseba sendur honum skilaboð og segir: ég ófrísk, ólétt, basshafandi eða þunguð. Ég veit ekki alveg hvaða orð hún notaði, en hann skildi hvað hefði komið fyrir og hann vissi að hann bara ábyrgð á þessu. Þá kallar hann manninn hennar heim úr stríðinu
og svona undir því yfirskinni að spyrja frétta. Og svo reiknar hann bara með því, það það sem hann hafði planað til þess að breiða yfir sína eigin synd og sína eigin skömm, og það það sem við gerum. Við reynum að fela klúðrið okkar, við reynum að bjarga andlitinu. Og hann kallar hann heim og síðan reiknar hann með því að maðurinn fari bara heim til Batsebu og þá væri bara eðlilegt að hún væri orðin ólétt, þunguð eða hvað sem þið kallið það, allt í lagi. Nema, hann var svo heilshugar, maðurinn hennar, hann var svo heill gagnvart hernum og gagnvart stríðinu og hann sagði þeir gista bara eitthvað út á víðavangi, þeir eru í þessum aðstæðum á ég þá bara að fara heim til konuna minnar og þetta var ákveðin ádeila á Davíð. Konungar voru vanir að fara í stríð á þessum tíma, af hverju í veröldinni fór Davíð ekki með þeim, af hverju satt hann bara heima og sendi herinn í stríð. Það er ákveðin brottur í þessu þegar hann segir mínir menn eru bara þarna og þeim líður ekki vel og ég þá bara fara heim og þvo rykið af fótunum mínum og vera með konunni minni. Þannig að hann fór ekki heim. Og Davíð gerir ítrekkaðar tilraunir til þess að reyna að koma manninum heim til konuna sinnar af því að það skiptir Davíð máli en maðurinn fór ekki. Og það endar með því að Davíð tekur plottið bara aðeins lengra og hann sendir mannin í rauninni með sinn eigin dauðadóm í höndunum. Hann sendir hann með bréf til hershöfðingjans og segir láttu þennan mann vera fremstan, láttu hann vera þar sem sterkustu hermennirnir eru í óvinaliðinu til þess að hann falli. Það hversu heilsugar Úría var, það kostaði hann lífið. Og hershöfðinginn hlýðir Davíð og Úría lætur lífið. Og þar með heldur Davíð að hann sé laus allra mála. En aldeilis ekki, vegna þess að einn daginn þá kemur spámaður til Davíðs. Natan spámaður kemur til Davíðs og hann segir honum ekki strax hvað Guð hafi sagt honum, en hann segir honum ákveðna sögu. Og hann segir við hann, einu sinni var ríkur maður sem átti alveg fullt af sauðum og fullt af nautgripum. Og í sömu borg var fátækur maður og hann var svo fátækur að hann átti bara eitt lamb. Svo kemur gestur í heimsókn til ríkamannsins. Og þá tímdi ríkimaðurinn ekki að slátra einu dýri til þess að gefa gestinum að borða. Þannig að hann tók eina lambið sem fátæki maður nátti, slátraði því og matreiddi það og gaf honum að borða. Og Davíð varð misboðið þegar hann heyrði þessa sögu. Og hann sagði maðurinn er dauðasekur. Þetta svona gera menn ekki. Þá segir Davíð, hann bara neldi hann. Þú ert maðurinn. Og svo kemur bara, svo segir drottinn, hef ég ekki gefið þér og svo kemur bara löng upptalning á öllu því sem Guð hafði blessað Davíð með. Og svo segir Guð við hann og hefði þetta ekki verið nóg, þá hefur bara getað beðið mig meira. Þú gekkst of langt. En svo segir hann, en Guð hefur fyrirgefið þér. Natan segir við hann, Guð hefur fyrirgefið þér. En drengurinn, þetta var löngu áður en sónar var fundin upp, drengurinn sem Batseba gengur með, mun deyja. Ótrúlega sárt. Svo fæðist drengur og hann fæddist lifandi. Og við vitum ekki hversu gamall hann var þegar hann veiktist, en það stendur að hann hafi veikst. Og Davíð, örugglega með samviskubit, leið illa yfir þessu, bar ábyrgð á þessu klúðri öllu frá upphafi til enda. Hann þekkti drottinn og hann hafði iðrast og hann fer að fasta og hann fer að biðja og hann leggst bara á jörðina og hann sefur á jörðinni. Þetta var konungurinn, hann var áhyggjufullur og hann bað Guð að þyrma lífi barnsins. Þjónar Davíðs höfðu áhyggjur af honum, þeim fannst hann bara orðinn stór skrítinn. Og þeir höfðu áhyggjur af því bara að Davíð myndi bara ganga af göflunum. Svo dó barnið, eins og Natan hafði sagt. Og þjónar Davíðs, þeir þorði ekki að segja honum frá því. Og þeir hugsuðu bara hann á eftir að fremja voðaverk.
Og þegar maður reyna að lesa í hvernig leið Davíð og bara hvernig var hann í háttum, hann var greinilega mjög ólíkur sjálfum sér og þjónarnir höfðu áhyggjur af því að hann myndi skaða sjálfan sig. Þeir voru hræddir við afleiðingarnar þegar Davíð myndi frétta að Guð hefði ekki bænheyrt hann. En þetta var eitthvað sem var ekki þeirra höndum. Þeir gátu ekki stjórna þessu. Svo tók Davíð eftir því að þeir voru eitthvað að hvíslast á. Og hann las rétt í látbragði þeirra. Hann dró rétta ályktun og hann spurði, drengurinn dáinn? Og dauðhræddir, þá segja þjónarnir, já. Þá reis Davíð upp og fékk sér að borða. Og þetta fannst þjónunum stór undarlegt. Þeim fannst nú hitt skrítið, en ég held að þó þetta ennþá undarlegra. Og þeir spurðu hann, býtu alveg augnablik, þegar barnið var á lífi, þá baðistu og þú borðaðir ekki og þú syrðir. Og núna þegar það ástæða til að gráta, þá rístu upp. Hvað að þér? Og þá kom skýringin. Og Davíð sagði, ég hugsaði bara á meðan barnið á lífi, þá von. En nú hann dáinn og ég fæ því ekki breytt. Ég verð að halda áfram. Og stundum það eina sem við getum gert. Þegar lífið fer aðra leið en við hefðum valið og kosið, þegar við fáum stormin í fangið eða það eitthvað sem gerist sem hryggir okkur og brýtur okkur niður, þá höfum við bara val eitt og það að halda áfram. Og Davíð, það segir að Davíð hafi huggað Batsebu og hún varð ófrísk aftur. Ég var alveg svona, já, allt í lagi. En hún eignaðist annan son því að lífið hélt áfram. Og þetta hafa kynslóðirnar lært. Þetta hafa forfeður okkar lært. Og það hefur ekki alltaf verið auðvelt. Og það hefur stundum verið sárt. En í orðskviðunum stendur beindu augum þínum fram á við. Og það svo margt, það eru svo mörg viskukorn, svo víða í Biblíunum, við heyrðum lesið úr orðskviðunum hérna áðan, þegar þú færð stormin í fangið og þegar þú hugsar, það var allt svo miklu betra hérna áður fyrr, þá segja orðskviðirnir, horfðu fram á við. Beindu augum þínum fram á við og sjónum þínum að því sem framundan. Og það skiptir máli. Og svo var eitthvað snillingurinn sem sagði, lífið eins og laukur, þú flettir utan af honum og færð stundum tár í augun. Og það bara þannig og það í lagi, það má fá tár í augun og það má gráta og stundum liggur og oft reyndar liggur lækningin í gegnum sársaukan. Þegar við finnum til, þá höfum við tilhneigingu til að reyna að fara yfir sársaukan eða undir hann eða framhjá honum þegar lækningin liggur í gegnum sársaukan. Og það einhvern veginn það að leyfa sér að staldra við þegar sársaukin kemur og fara í gegnum hann. Það einhver lækning þarna vegna þess að hann kemur og hann fer. Svolítið eins og hungurtilfinning, ég veit ekki hvort þið hérna eins og ég fæ mér ekki alltaf að borða þegar ég svöng. Og ég búin að uppgötva það að ef maður stenst einhverja freistingu þá fer hún. Svo getur hún auðvitað komið aftur. En sársaukin svolítið svona. Hann getur komið og hann klárlega kemur en hann fer. Og það svo mikilvægt að muna þegar okkur líður ekki vel að okkur á ekki alltaf eftir að líða illa. En það eru margir sem syrgja og sakna þessi jól. Það fullt af fólki sem hefur kvatt á árinu. Það fullt af fólki sem heldur jól við einhverjar aðrar aðstæður en það var búið að plana. Og lífið verður kannski aldrei eins, en það getur orðið gott aftur. Bara öðruvísi. Og sá sem samdi æðruleysisbænina, Guð,
Gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Það var einstaklingur sem hafði lært að gefast upp. Það var einstaklingur sem hafði sleppt takinu á því sem hann gat ekki stjórnað. Í predikaranum stendur að allt hafi sinn tíma og öllu sé afmörku stund. Og einhver tíman breytist eitthvað í lífi okkar allra. Notum tíman á meðan við höfum hann. Hittum fólk, ræktum vináttuna, leggjum okkar að mörkum. Þá getum við litið tilbaka, sátt og hugsað, ég nýtti tækifærin sem Guð gaf mér. Ég nýtti tíman sem Guð gaf mér. Og ég ætla að enda á að segja ykkur stutta sögu sem ég heyrði núna í vikunni. Það var ungu maður sem fékk símtal frá mömmu sinni sem bjó út á landi. Hann hafði flutta heiman í annað bæjarfélag fyrir mörgum árum og bara til þess að láta draumana rætast eins og ungt fólk gerir. Hann fór í skóla, kom sér upp fjölskyldu, stofnaði fyrirtæki og vann bara mjög hart að starfsframa sínum. Og hann hafði varla tíma til þess að sinna konunni sinni og litla stráknum sínum. En svo hringir mamma hans í hann einn daginn til þess að segja honum að gamall fjölskylduvinur sem hét Jón væri dáinn. Og sonurinn segir, dáinn? Ég held hann væri löngu dáinn. Hann hafði ekki komið á heimaslóðurnar sínar í mörg ár og minningarnar flugu í gegnum hugan hans. Þegar hann var lítill, þá var hann vanur að hitta þennan Jón á hverjum degi. Því að Jón bjó við hliðin á fjölskyldunni og drengurinn hafði bara oft labbað yfir til hans til að spjalla. Sjálfur hafði strákurinn mist pappa sinn þegar hann var ungur og Jón var honum svona ákveðin föðurímynd sem var bara gott að leita til. En nú var hann farinn. Og ungi maðurinn ákvað að fara heim og fylgja honum til grafar. Og hann gerir það, fór á jarðarförina sem var bara mjög fábrotin af því að Jón átti engin börn og flestir ættinginn hans voru dánir. Og strákurinn sest eftir jarðarförina og fer að spjalla við mömmu sína Jón og þau eru svona að rifja upp minningar. Og þá segir sonurinn mömmu sinni frá litlu boxi sem var alltaf á skrifborðinu hans Jóns sem honum fannst mjög forvitnilegt. Og hann hafði oft spurt hann hvað í þessu litla boxi. Og Jón hafði alltaf svarað, það dýrmætasta sem ég á. En hann sýndi honum aldrei hvað var í boxinu. Og svo velti ungi maðurinn fyrir sér hvað ætla að orðið þetta box og hver ætla að eigi það núna. 2 vikum eftir jarðarförina, þá fékk hann sendingu með póstinum. Það var lítill kassi sem leit út fyrir að hafa verið sendur fyrir 100 árum. Hann var svona snjáður og lúinn. Og það var erfitt að lesa hvað stóð utan á kassanum, en það stóð frá Jóni. Og ungi maðurinn opnaði kassan og inn í honum var boxið góða sem alltaf hafði staðið á skrifborðinu hans Jóns. Og það fylgdi bréf sem í stóð, sendi þetta til vinar míns eftir minn dag og fyrir neðan, þetta það dýrmætasta sem ég á. Og svo var meðfylgjandi lítill lykill sem gekk að boxinu. Og ungi maðurinn, hann opnaði boxið spenntur og ofan í boxinu var fallegt gullúr í keðju. Og þegar hann opnaði það, þá sá hann áletrun inn á lokinu og þar var nafn unga mannsins. Og svo stóð, þakka þér fyrir tímann þinn vinur Jón. Og ungi maðurinn hugsaði, tíminn og tíminn minn var það dýrmætasta sem þessi maður átti. Og hann tók upp símann, hann hringdi í fyrirtækið sitt og sagði, ég farin í frí í nokkra daga. Ég ætla að verja tíma með konunni minni og syni mínum.
munum að öllu er afmörkuð stund, dag einn breytist eitthvað í líf okkar. Við vitum það, en stundum er gott að vera myndur á það á meðan tími er til. Tíminn er núna. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hérna hjá okkur. Og ég þakka þér fyrir þessi orð sem þú gafst fyrir þennan dag og þessa stund. Viltu minna okkur á það fólk sem þú vilt að við hittum. Viltu minna okkur á hvað við getum gert til þess að nýta tíman okkar. Og hjálpað okkur að nýta tíman líka fyrir þig. Því að dag einn stöndum við frammi fyrir þér, ábyrg tímans sem þú gafst okkur. Ég þakka þér heilagur andi fyrir að þú ert hér og þú talar og ég bara lofa þig. Ég lofa þig, Jesús, fyrir að vera alltaf til staðar. Og ég þakka þér líka fyrir lokuðu dyrnar. Ég þakka þér fyrir lokuðu dyrnar sem hafa leitt okkur eitthvað sem okkur grunaði ekki að við myndum nokkru sinni fara. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir að lífið okkar er í þinni hendi. Verði þinn vilji í Jesú nafni. Amen. Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla. Amen.